klíma mótsins. Já, þetta hefur gengið mjög hratt og örugglega. Arngeir Friðriksson og Stefán Geirsson. Og hér getur allt gerst. Já. Þetta sé sem þá hæðstu og svo lægstu. Já. Þannig að þetta skemmtilegt. Það spurning. Hvað gerist? Þetta ekkert endilega mikið betra fyrir Stefán því að hann þarf að beygja sig mikið og það er erfitt. Það getur verið erfitt að glíma við svona lágvaxinn þegar munar svona miklu þegar Arngeir er töluvert lágvaxnari. Hann er búinn að eiga frábært mót Arngeir. Já, hann byrjaði svolítið brotningur en kom sterkur inn og lagði hérna Ólaf áðan. En Stefán ætlar ekki að gefa honum þetta. Það er alveg gott mál og ætlar sér sigur. Hann var þriðji í fyrra og Arngeir 50, þannig að þeir getur hreinlega verið að glíma verðlaun hérna. Það er alltaf spurt að leikslokum. Já, þeir gera tilkallið til þriðju verðlauna í það minnsta. Þeir sækja báðir á kappi. Þeir vita það að þetta er síðasta glíman. Hún telur. Stefán Ólaf unnitið en hérna er hann rétt út úr góðum bragi. Það er erfitt að vera alveg bráðbögg mútið svona lágvaxna manni. Þetta er gríðarlega spennandi. Þarna er hann góð. Arngeir er gríðarlega öflugur í vörðinu og Stefán nær hann ekki í alvöru brag. Hann nær hérna ekki á þetta almennilega. Brag hjá Stefáni en Arngeir var fimmlega. Þeir stoppa þá. Það er einungis 45 sekúndur eftir þannig að nú þurfa menn að brettum erfar en þeir hafa kannski ekki langar reyna til þess. Þeir þegar komið það því. Já, algjörlega. Og taka á því hérna í restina. Það er svona bros í kampinn, það er stutt í léttleikann í þessu. Já. Þetta er engin góðir, þannig að það er ekki nokkuð spurning. Það er nokkuð móðir eftir átökin. Hérna? Ég varst nú það, nei, jú. Býttu við. Það er gullspjald á næst. Það er gullspjald fyrir skottur stíðan. Gullspjald fyrir skottur stíðan, já. Já. Telja að þeir sé ekki á mikillir hreyfingu. Það er bannað að stunda kjör í glímunni. Það sýnir þessi svokallaði stígandi. Já. Það er til þess að það er meira varnir og sóknir. Þetta hvetur bara til dáða og eitt sem að lítið spark í rassina til gullspjald. Þannig að þeir láta þetta ekki henda sig aftur og frábært bragð þarna hjá Stefáni. Já, þetta tók alveg 10 metra þessi sveifla. Já. Þannig að nú Stefán hlær nú bara þess. Já. En það er spurning hvað dómararnir segja. Já, það er ekkert gefið í þessu. Þarna sjáum við þetta aftur. Já. Þetta er rosalega hátt, vel snúið. Og það er eina spurning hvort að Stefán hafi ítt honum óþarlega mikið eftir niður með höndunum. En það er svona gráð svæði. En þeir lappa fram og tilbaka dómararnir, það er ekki alveg öruggir. Nei. Þetta er rafmagna. Þeir þora ekki gera mistök út af vissliði sem aðeins þeir. Og þeir láta það glíma aftur. Já. Sem ég held nú að reynda hafi verið rétt dómur. Já. Stefán hafi fyllt mikið eftir þetta með höndunum. Já. Það sýnist það í endursýningunni. Hann er komið með hann. Hann er komið með lott aftur, hann er ekkert hvað hann ætlar að láta niður. Það er spurning. Það er erfitt að snúa Arngeiri. Já, hann er eins og stökkurinn. Þarna tók hann frábæri fléttu, byrjaði í þessu banauðræðna gefbræði, hversi hann upp í vinstri fóta klófræð. Arngeir Sigurðar. Hann er að eiga frábært mót. Þið sjáu hérna frábæra vörn. Hann er eins og kötturinn. Beintilega gefbræð. Alltaf á upp fótunum í niður. vinstri fóta klófræð. Og það er spurning hvort hann hafi komið við hann hérna í höllinu, en ég held ekki. Þetta var bara virkilega vel hjá honum. Ég standa alveg
Stefán